Það má eiginlega segja að þessi herferð hafi fæðst fyrir ári síðan. Þá fengum við niðurstöður úr könnun meðal almennings á aksturshegðun. Við sáum að enn eitt árið í röð vorum við að standa okkur verr hvað varðar farstímanotkun undir stýri. Við töluðum við Pipar auglýsingastofu og þau sögðu okkur að Sjóvá hafi verið í nákvæmlega sömu hugleiðingu að taka á þessu vandamáli. Þannig að við ákváðum bara að leiða saman hest okkar og við erum að benda fólki á hversu fáránleg þessi hegðun sem við erum að ástunda. Og sem dæmi erum við með mynd af manni með ritvél undir stýri sem eru auðvitað hegðun sem engum dytti í hug, hvorki núna né fyrir 30 árum áður en símarnir komu. En truflunin á þeirri hegðun í rauninni svo sama og þegar við erum að senda skilaboð í símann. Og svo erum við núna búin að vera síðan sumar bara í smá pásu í þessu og erum að keyra þetta í gang aftur núna og með svona smá nýju vinklum á sömu hugmynd. Og til dæmis sjáum við fyrir aftan mig skilti þar sem við erum búin að brjóta auglýsingar hjá fjölmörgum öðrum aðilum og erum með þessi skilaboð að taka ekki skjáhættuna. Samlíkingin auðvitað sú að það þessi brotnu símar, brotnu framrúður og kannski brotin bein sem við erum að minna á að geta á sér stað ef við látum ekki síman bara eiga sig með við erum að keyra. Fyrir ári síðan þá sáum við að síðustu 4-5 ár hefur þróunin verið á ranga leið. Við höfum verið að tala meira eða nota síman meira undir stýri. Núna erum við að fá niðurstöður í fyrsta skipti eins og ég segi í fjölmörg ár sem að þróunin á réttri leið. Við erum að draga úr farsímanotkun undir stýri. Sem dæmi að nefna að lesa og skrifa skilaboð að lækka einhver 4-5% stig sem að þýðir á bilinu 10-12% manns eru að haga sér betur heldur en áður. Sem auðvitað bara frábær árangur á einu ári en við þurfum að gera betur. En fyrsta skrefið þetta að snúa við rangri þróun en nú þurfum við bara að halda áfram.